Heil og sæl og verið velkomin í þáttinn milli himins og jarðar. Ég hef stundum hugsað það í starfi mínu sem prestur, þar sem ég sit með fólki inn á skrifstofunni minni og við spjöllum þeirra hjartansmál og ég held uppi kannski svona svolítið spegli á þeirra aðstæður bara með því að spyrja opinna spurninga og vera virkur hlustandi. Stundum myndi ég óska þess að það mætti taka upp á sjónvarpskamerur margt sem sagt inn á skrifstofunni minni. En það auðvitað ekki boðið því að við erum náttúrulega bundin trúnaði og þar fólk að ræða hluti sem það vill ekki aðrir heyri. En það líka svo margt gefandi sem að kemur þar fram og ég upplifi oft bara að ég sé stöðugt í endurmenntun inn á skrifstofunni minni að læra af öðru fólki. Samtal við annað fólk stanslaus endurmenntun. Og eitt af því sem ég ræði náttúrulega mjög mikið við fólk hjónabandið og parasambönd og ástin og þetta að vera í hjónabandi sem heilmikil áskorun. Ég fékk til mín hjón sem að ég þekki og mér langaði svo til að spjalla við þetta viðfangsefni ástin og hjónabandið. Ekki af því að þau hafi verið hjá mér í hjónaráðgjöf, bara þannig að því sé haldið til haga, heldur bara vegna þess að mér fannst áhugavert að heyra í þeim og kannski að þetta samtal hérna okkar verði svolítið eins og inn á skrifstofunni hjá mér í kirkjunni, nema bara það má allt heyrast og þið megi meðtaka allt sem að sagt hér og kannski spegla ykkur í því sem að þau segja sitt hjónaband og vegferð. Og veriði velkomin. Guðfinna Hallgrímsdóttir og Sigurður Kristinsson. Ég ekki með neina titla á ykkur, ég ætla bara að biðja ykkur að gera sjálf grein fyrir ykkur og aðeins ykkar bakgrunni. Það alltaf svo skrítið þegar þáttastjórnandinn svona eins og að lýsa leik og fara að segja, já nú ert þú hérna, þegar það alveg auðveldara að spurja bara manneskjuna. Aðeins að segja áhorfendum frá því, hverju þið eruð? Já, takk fyrir að bjóða okkur. Það fínt að fá hjónaráðgjöf svona bara í beinni. En ég sem sagt, starfa hérna við Háskólann á Akureyri. Ég prófessor hér og mitt fag heimspeki. Og ég lærði það fyrst í Háskóla Íslands í grunnnámi og svo fór ég til Bandaríkjanna og lauk doktorsnámi þar 96. Var í sem sagt austur í New York fylki, Cornell háskóla. Og bjó svo í Bandaríkjunum svolítið áfram eftir það líka. Þannig að það var nú svona, 10, 12, 14 ára tímabil eftir hvernig maður telur það sem að ég var þar. Sem sagt, heimspekin var eitthvað sem að heillaði mig þegar ég var ungur og ætlaði nú ekkert að fara eitthvað út í það en svo bara var það þannig að ég bara var fastur í því. Og svo voru tilverðina þannig að ég tók að mér smá verkefni hérna á Akureyri við Háskólann veturinn 2000 til 2001. Og það átti líka bara að vera svona, ekkert meira sko. En það 15 ár síðan og hér ég enn, þannig að Akureyri heillaði mig líka. Já. Og ýmislegt sem hér Og ýmislegt sem hér var fyrir. Þannig að það nú svona minn bakgrunnur í mjög stuttu máli. Já. Ok. Já, ég hjúkrunarfræðingur, menntuð hér við Háskólann Akureyri og borin og barnfæddur akureyringur. Og ég starfa líka við Háskólann. Það heilbrigðisvísindasviði og það nú sem kannski ekkert meir það að segja en að því að við ætlum að fara að tala eins hjónabandið og... Sko þið áttu bæði hjónaband að baki og langt samband að baki þegar að þið kynntust svona cirka fertugt, sem sagt það, og áttu bæði börn úr fyrir samböndum og svo hittist þið hér á Akureyri. Og með ykkur takast ástir, svona líka, rosalegar. Og það sem að mér finnst svo spennandi að fá að ræða við ykkur eins og þetta það, hvernig að taka saman fertugt eftir að vera búin að vera vera tiltölulega nýskilin og vera búin að vera eiga kannski 20 ára samband eða hjónaband að baki og börn, með alla þessa reynslu í farteskinu sem að kannski var bæði hjálpleg en svo var kannski líka ýmislegt sem það átti eftir að vinna úr, óuppgert, margt uppgert og bara þroskað fólk sem að tók saman á þessum tímapunkti. Hvernig var það? Þetta opin spurning. Já. Þetta alltaf allt öðruvísi, við vorum alltaf bæði krakkar þegar við byrjuðum í okkar fyrra langtíma sambandi og sem að í báðum tilfellum var 20 ára samband með
með hjónabandi og börnum og öllu saman, sko. Þannig að upphafið af því, það er alveg erfitt að bera það saman við það að vera svona komin undir fertugt síðan og vera á þeim stað í lífinu að verða ástfangin aftur og byrja nýtt samband. Þetta er eiginlega bara, þetta er svo ólíkt, sko. Það er mjög erfitt að bera það saman. Tvær plánetur bara. Tvær plánetur, maður er ekki sama manneskjan, sko, 18 ára eða 38, sko. Ég meina það er svo margt búið að gerast, maður er náttúrulega búin að verða maður sjálfur, sko, á einhvern ákveðin hátt sem maður algjörlega óákveðið hana í byrjun og búin að fá reynslu og lífinu og alls konar mótast bara á allan mögulegan hátt, sko. Og við töluðum það mann ég hana mikið þegar við á okkar svona hveitibrauðsdögum einmitt hvað við kunnum vel að meta það, hvað það var svona innihaldsríkt, sko, að vera að tengjast en með sína eigin áskoranir náttúrulega, sko, af því að þú ert búin að móta þér alls konar venjur og viðhorf og annað, sko, sem eru mögulegir árekstrar sem koma út að líka, sko, og í stæðan fyrir að vera að móta sér saman sem ungir einstaklingar, sko, en það var mjög innihaldsríkt líka, sko. Ég er búin að læra miklu meira, eins og ég var að segja, kom fram áðan, ég er búin að náttúrulega vera mjög mikið í skólum og svona, ég er búin að læra mjög mikið, en ég hef ekki lært neitt meira af neinu öðru heldur en þessi hjónabandi með þér. En þú sagði mér hérna, sko, undan þættinu vorum að spjalla saman, sko, það sem að mér fannst, hérna, og ég vona að ég megi segja það hér, að þú sagði mér frá það þegar þið tóku saman og náttúrulega þá voru fjölskyldur ykkar að kynnast, bæði sko, foreldrar og ykkar uppbruna fjölskyldur, ef maður getur orðað þannig. Og mér fannst svo fallegt, þú sagði mér frá því þegar þú farið sko hitt í fyrsta skipti foreldra Guðfinnu og tengdaföður þinn þá og við segja okkur aðeins frá því, þú fórst svona vildir vekja máls á því að þetta hlýtur nú að vera svolítið viðbrigði fyrir þau, gömlu hjónin og svona og hvernig hann brást við því mér fannst það svo ótrúlega skynsamleg viðbrögð hjá manninum. Já, þetta eru náttúrulega mörg ár síðan þetta var núna en þetta, ég mun aldrei gleyma þessu augnabliki. Vegna þess að á þessum stað, þetta var sem sagt Guðfinna bauð mér í mat og þeim og þetta er fyrst skipt sem að hún kynnti mig fyrir þeim og öfugt, sko. Og við vorum bara rétt að byrja svona að stíga okkar fyrstu skref, nýskilin bæði og svona. Og ég var, nú þú veist, á þessum tíma var ég sko kannski, það var ýmislegt búið að bjáta á og ég hafði kannski mikla tilhneigingu til svona að vera mjög vakandi fyrir hvernig öðrum líður og svona þú veist meðvirknistendensar kannski en það er líka hægt að kalla það tillitssemi, ég veit ekki hvað það er en það er hægt að ganga út í öfgar í því sko og þá var ég sem sagt að eitthvað að ræða það við þau þetta lítur nú að vera mjög erfitt og skrítið fyrir ykkur og svo þessi nýja aðstæða sem að lítur eiginlega að vera sko og en ég var svona að hafa orð á því en Halli leit svona bara beint frá augun á mér og sagði það sem er hennar er okkar. Og það bara þurfti ekki að segja neitt meira og all mín svona vanlíðan og óróleiki kringum þetta, kvíði eða hvað sem það var, það bara hvarf og hefur ekki verið síðan. Nei, þarna talaði sko lífsreyndur maður, hann sagði þetta sagði allt sem segja þurfti fyrir þig. Já, að þetta er svona alveg predikun frá tengda foreldrum, mæli með þessu sem sálgætir. Og svo því sé aldrei taga. En þú, sko Sigurður, þú tekur saman við konu sem á 4 dætur, þannig að og þú átt 1 son fyrir sambandi, þannig að þú fer allt inn í það að búa með 5 konum. Sko ég hugsa að hafi nú staðið með þér að vera heimspekingur því að ef það hefði verið viðskiptafræðingur það hefði verið fljótur að reikna dæmi og borða þér. Hvernig var þetta? Jú, já sko það kom inn í líka hinum meginn í viðskiptafræðilega módelinu að það eru 3 baðherbergi sko. Það var þó allavega smá bót í máli sko. Og það eru á ýmsum aldri dæturnar og sumar kannski svolítið viðkvæmum aldri og svona meina hvernig datt þér þetta í hugni? Nei, nákvæmlega sko. Hvernig var þetta? Já. Þetta var auðvitað, þegar maður er ástfanginn, þá spyr maður ekki svona spurningar. Nei. Það er bara, ég meina, þú gerir allt fyrir ástina. Ég spurði þig reyndar svolítið á því. Já, þú spurði mig. Áttaði þig á því að það var ekki bara ég. Nei. Það var alveg, við vorum heill hópur. Já. En það var ekki sko eitthvað mikið issue fyrir, ég auðvitað var í meðvitaður það, auðvitað ætti maður að hugsa út í þetta og maður, þú veist, eitthvað að plana framtíðin og hvernig verður þetta eitthvað. En það var bara svo, það er svo irrelevant þegar maður er ástfanginn. Í raun og veru, maður er í svona bríma einhvern veginn og tilbúinn að vaða eld og brennistein og leggja allt á sig og það er svo nauðsynlegt og það er svo gott. Og það held ég að hafi hjálpað okkur báðum mjög mikið í gegnum ýmsar áskoranir sko.
og þetta var náttúrulega síðan eftir, ég talaði það núna eins og það því að þú spyrð, sko, auðvitað var þetta ekki auðvelt, sko. Nei. Alls ekki og ég vissi ekki neitt, sko. Þó ég hafi verið 38 ára og búin að mótast og allt þetta eins og þetta áðan, þá vissi ég ekkert stjúpdæmi, sko, eða hvernig það var, og aldrei hugsaði spá neitt í þetta. En svo þegar maður kemur inn í og sem stjúpforeldri, og þá það bara, þú að vera algjörlega opinn fyrir því að fólk mjög margbreytilegt og ekki gefa þér að ástin komi og það að báða bóa, sko. Og svo tekur þetta líka að vera þolinmóð, sko, þetta tekur langan tíma og ég myndi segja að þetta gekk allt saman, sko, í það heila, gengið náttúrulega alveg glimrandi vel, sko. Og ég elska þær alveg, sko, eins og ég líti á þær sem mínar dætur, sko. Og elska þær eins senst líkar og ég býst nú bara við að það sé gagnkvæmt, sko, en það þeirra að segja það. En þetta tekur langan tíma, margar ára prósess. Og það kannski eitthvað sem það kannski eitthvað sem gagnlegt að segja þeim sem að fara inn í þessa aðstæður í dag, því það er örugglega þannig að þegar maður byrjar með einhverjum, sko, eignast nýjan maka, að þá maður bara einhvern veginn búinn að gleypa heiminn og maður svo glaður og ánægður og það allt að gerast og fólk vill láta hlutin jafnvel ganga hratt fyrir sig, sem kannski hægt vegna þess að þið völdu hvort annað, sko. Þú valdir makan og makinn valdi þig, en börnin völdu þig ekki. Nei. Og þú valdir ekki þau, þannig að það alltaf aðrar forsendur, þannig að þar þarf að gefa hlutunum miklu lengri tíma og stíga svolítið varlega til jarðar og ég heyri að þú hefur nú gert það mjög skynsamlega. Ég tala þannig núna, sko, þú hefur bara mín orð fyrir þessu. Já, ég hef mín orð fyrir þessu. Flottar stelpur, sko, ég veit það. En svo náttúrulega farið þið fljótlega til, sko, Svíþjóðar. Þið eru búin að vera saman í stuttum tíma að fara til útlanda og það alltaf álag, hvernig sem að hnúta búið að fara til, útlanda og álag bara á hjónabandið. Ég meina maður fer bara í sumarfrí með manninu sínum sem ég búið með í 17 ár, sko, og maður bara, það stundu séki, sko. En þið farið eftir stuttar samvistir, þá farið þið þarna út. Hvernig, var það gott fyrir ykkur? Var það gott fyrir sambandið? Tvímælalaust. Alveg bara, það ekki spurning. Og við höfum oft talað það síðan í rauninni hvað það var mikilvægt skref fyrir okkur að fara. Þetta var þannig að við erum svona að byrja að hittast þarna að haustinu 2004 og þá Sigurður búinn að fá úthlutað rannsóknarmisseri eða rannsóknarári og var ákveðin í að fara erlendis. Og svo töluðum við nú oft það sjálf, sko, okkur fannst þetta ganga svolítið hratt, en við fengum líka alveg góðfúslegar ábendingar utanfrá. Hvort okkur fyndist þetta nú, við þyrstum nú ekki aðeins svona pínu að hugsa sko, við þyrstum að gefa okkur tíma. En við veltum fyrir okkur, sko, það var eitthvað bara sem við fundum frá upphafi, eitthvað sem small. Við urðum svo miklu sálufélagar og það var eitthvað þarna sem að við bara tímdum ekki að sleppa hendina af og sjá til. Þú veist, var tilhlýðilegt að við myndum hittast hálfa ári seinna. Þú veist, vorum við tilbúin í það? Nei, við vorum ekki tilbúin í það. Þannig að við flytjum til Lundar í Svíþjóð og þá með stelpurnar Sigríður var að verða 5 og Heba Þórhildur 8 og Lilja 10 ára og Bára 17 ára. Þannig að við vorum með leikskólabarn, 2 í grunnskóla og 1 í framhaldsskóla. Áskorun. Það var heljarna mikil áskorun. Ég tók með mér hluta vinnunni minni hérna úr háskólanum og við bjöggum semst út í 1 ár og það var frábær lífsreynsla en hún var rosalega erfið og reyndi mikið á og við sögum sko að en þar var okkur tekið bara sem fjölskyldu og það voru margir reyndar sem sögðu við okkur bara rétt áður við fórum heim þegar þeir komist að því að við vorum ekki uppruna kjarnafjölskylda að fólk bara var svo hiss. Já, fólk sem við kynntust þar sem. Já, fólk sem við kynntust úti. Já. Og en málið var að þú stökkst ekki upp bara og skelltir hurðum og fórst út og fórst að heiman út í Svíþjóð. Nei, akkurat. Og það, við höfum oft talað það, við erum svo þakklátt fyrir það, vegna þess að við vitum hreinlega ekki með allt áreitið og allt álagið og það sem við vorum að takast á við erum ekkert vissum að við hefðum lifað af hérna heima. Nei, merkilegt. Þannig að það var kannski jafnvel hægt að ráðleggja fólki að það tæki verið til að fara til útlanda þegar það er nýbúið að setja saman fjölskyldur. Eða bara eitthvað í annað bæjarfélag eða eitthvað. Það
við erum alveg sannfærð það og eins og ég segi sko, árið var erfitt, það reyndi mikið á, bæði á okkur og líka á stelpurnar. Sveinn var farin til Bandaríkjanna í skóla á þessum tíma. Við fengum reyndar áður en við fluttum út, þá var mjög góð kona sem við tölum stundum svona sem hálfgerða ljósmóðir að sambandinu okkar, hún Sigrún Sveinbjörnsdóttir, sálfræðingur. Og við vorum heilmikið búin að ræða við hana því að bæði voru við óörugg og einmitt fannst þetta ekki vera að gerast hratt og vissum ekki alveg svona hvað við áttum að gera og hvernig við áttum að bara stíga til jarðar. Og hún gaf okkur eitt heillaráð áður en við fórum af stað og hún sagði okkur að muna það bara að þetta væri ekkert spurning hvort okkur myndi lenda saman, heldur í rauninni bara hversu oft. Já. Og þetta hélt í okkur lífinu. Já, þetta skiptir verið. Vegna þess að þegar að maður þegar að verða ástfangin fertugt frábær lífsreynsla, algjörlega. Hvort sem að verður ástfangin af einhverjum nýjum eða hugsanlega bara aftur ástfangin af makanum sín, þáverandi. En þegar árekstarnir verða, það svo sárt. Já. Þannig hún var í raun og veru svona að lækka væntingastöðunum sem kannski líka svolítið mikið að einhver geti sagt við mann. Sko. Eða bara þá gátt við alltaf mynd okkur á, þú veist, ok, heimurinn ekki að farast og ég byrjaði svo ofta að hugsa, nú fer hann. Sko. Og þá kannski koma gamlir draugar fram úr fortíðinni og maður kannski les viðbröð nýja makars í ljós einhver sem að maður hefur í bakpokanum. Upplifið það ekki stundum? Jú. Að bregðast kannski undarlega við og hinn skildi ekki af því að þetta var ekki samræmi við tilefnið. Sko. Já. Það í rauninni gerðist endurtekið. Að ég kannski allt í einu sýndi klærnar við einhverju sem að Siggi sagði og öfugt. Og þá þarf maður svolítið að skoða það, það ekki? Sko, og ég tek eftir líka bara mínu starfi að reyna að vera fólki innan handar. Það þetta að skoða sig sem einstaklingur þegar maður í hjónabandi, af því að fólk einblínir mjög oft á bara samskiptin við makan en ekki hvernig það að fúnkera það sjálft sem einstaklingur og það getur verið eitthvað fyrra sambandi sem óuppgert, það getur verið eitthvað úr uppeldinu, það getur bara verið eitthvað í karakterinu sem það hefur aldrei einhvern veginn unnið almennilega með eða hást í augu við. Akkúrat. En það eitt sem ég langar náttúrulega að tala við ykkur sem náttúrulega svo stórt máli í ykkar lífi, að þið verður náttúrulega fyrir þeirri sáru lífsreynslu fyrir rúma ári síðan að missa elstu dóttur ykkar, Bára. Já. Hún lést úr angist og örvæntingu, tók líf sitt 26 ára gömul. Og það náttúrulega, ég veit náttúrulega það hefur áhrif á ykkar líf alla daga og þið eru að vinna úr því alla daga, bara með mismunandi hætti. En hvaða áhrif hafði svona áfall, svona mikið áfall á ykkar samband, ykkar hjónaband? Stundum sem við tala að fólk fari... Já, þegar á heildinni litið, þá finnst mér þetta hafa styrkt sambandið okkar enn frekar. Og fært okkur nær hvort öðru og líka elt okkur í því sem hjón bara að takast á við fjölskyldulífið og takast á við lífið almennt. Maður einhvern veginn bara þarf náttúrulega að læra að lifa alveg upp á nýtt. En svo líka bara maður endurmetur allt. Já, það rétt. Og það einhvern veginn margt sem manni fannst áður vera eitthvað lykilatriði bara skiptir akkurat engu máli í dag, ekki satt? Já, það nákvæmlega það. Ég myndi svara þannig að þetta eiginlega þjappaði okkur saman og þjappaði bæði og okkur saman svona sem fjölskyldu líka, sko. Og í raun og veru, eins og þú segir, grisjaði frá svona, þú veist, þetta kjaftaði sem maður það segja, hismi frá kjarnanum, í raun og veru, sko. Hvað það sem maður stundum að hafa áhyggjur af og einhvern veginn leyfa sér að valda sko, stressi og kvíða eða óhamingju eða hverju sem eða jafnvel, þú veist, árekstrum og svona, sko. Þetta bara, þú fær nýtt sjónarhorn á, eins og segir, bara alla hluti í raun og veru. Að muna hvað mikilvægast, sko, og hvað mikið að þakka fyrir í raun og veru, bara lífið sjálft. Og væntumþykjuna og það allt saman. Og þið hafið náð að vera svolítið svona samstíga gegnum sko bara fyrstu dagana og vikurnar í bara öllu áfallinu og öllu þessu. Gátu þið
sem par, sem hjón, verið hvort öðru styrkur? Getur maður verið makar sínum styrkur í svona missi eða þarf maður að þiggja styrkin annars staðar frá? Sko, fyrstu dagana eiginlega maður náttúrulega ekki til neins. En við reyndar vorum ekki stödd heima þegar við fengum fregnirnar af andlátinu hennar. En við vorum á ferðalagi með bróður mínum og mákonu og það varð okkur til happs vegna þess að þau kom okkur heim. Já. Og svo var fjölskyldan mín hérna fyrir norðan og þau voru meira og minna bara niður frá hjá okkur. Siggi sá nú sko, þú sást nú að hringja þau símtöl sem þurfti að hringja og slíkt, en það bara algjörlega í móðu og ég gat ekki hugsað sjálfa mig og hvað þá að sýna öðrum stuðning og versta var að mér fannst svo erfitt einhvern veginn sko að finna það að ég gat ekki verið fyllilega til staðar fyrir hinar stelpurnar. Þú varst svo vönði að vera haldið um hópin. Já. Mín samt sko upplifun af því að þú hafi verið það, skilur, þó að þú segir að þú finnist ekki að hafa verið það, sko. Og ég fekk mikið stuðning af þér, jafnvel þá að þú, sko, munir kannski ekki einu sinni, þú veist, þetta sé svona í þoku að því að þetta var náttúrulega gríðarlegt áfall, sko. Þetta bara líka eitthvað sem að, sko, skiptir svo gríðarlega miklu máli. En það líka dýrmætt að þú skuli segja þetta, að sko, bæði fyrir ykkur tvö og líka fyrir þá sem eru að horfa á og eru kannski nýbúnar að missa barn sem getur verið. Að heyra þetta að þú vissir það ekki, þú hafi verið stuðningur, skilurðu, að það oft einhvern veginn, maður oft svo mikil bara blessun á þess að vera mikið að rembast við það. En mér langar svona að lokum, þó að tengist ekki beint hjónabandinu og það hafi nú verið svona efni þáttarins, að því að þú ert náttúrulega bæði sko móðir og svo ertu líka heilbrigðisstarfsmaður og ert í þeim sem geira og það svo mikil umræða núna bara geðheilbrigði í þjóðfélaginu. Mér langar svo, mér finnst það svo mikilvægt tækifæri að því að Bára dó úr þessum sjúkdómi, sko, þunglyndi og örvæntingu. Hvað þarf að gera í geðheilbrigðis? Þetta kannski efnir allir annan þátt fyrir ungt fólk. Við þurfum að gera eitthvað. Sko þegar stórt spurt þá oft fátt svör. En við erum náttúrulega, þetta eitt af því sem að við höfum mikið hugsað út í og það sem var sko sagan mín með Báru þegar hún var að takast á við veikindin sín. Ég hefði á tilfinninguna að ég var bara búin að vera með skjöld og sverð í áravís að berjast við eitthvað kerfi sem var illviðráðanlegt. Og það sko núna sem betur fer umræðan alltaf að opnast og eins og til dæmis núna ég ekki tabú. Þetta frábært framtak. En það líka eitt sem við verðum að hafa í huga og það þegar fólk stígur fram af því að þetta þó enn svo viðkvæmt málefni. Að þegar maður kemur og opnar sig og segir frá hvað maður hefur verið að takast á við, þá maður að gera sig ofsalega berskjaldaðan leið. Þannig að þetta að bara hafa alltaf í huga í rauninni hvort sem að þú ert að eiga samskipti við einhvern hvort sem að ná við geðræn vandamál að stríða eða ekki. Það bara þetta að við séum alltaf sýnum hverjum og einum einstökum virðingu og tökum honum eins og hann kemur til dyrana. En svo það þetta líka með að að vera veikur og takast á við þunglyndi eða kvíða eða hvað sem að geðrænu vandamálum. Maður eiginlega ekki í stakk búinn að takast á við kerfið eins og það í dag. Vegna þess að þú þarft að fara svo víða, þú ert að reyna að sækja einhverja styrki, einhverja aðstoð, sækja bara hvað sem sendur fram og tilbaka. Þetta spurning, getum við ekki einfaldað hlutina? Líka núna nýverið búið að tala að þá að fara að setja inn skimun í elstu bekkjum grunnskóla. Að gera svona áhættu skimun hjá unglingum varðandi það, eða meta áhættunu hjá þeim að þróa með sér þunglyndi eða kvíða eða aðrar raskanir. Og maður spyr sig, mér finnst þetta frábært framtak, en ég vil aðeins fá að heyra hvað svo. Hvernig á svo að bregðast við því? Úrræðin verða að vera til staðar. Og það bara
sko, aðstæðan þannig í dag að hún óviðunandi eins og til dæmis á grunnskólastiginu. Það þurfa að koma skólasálfræðingar inn í alla skóla. Það fleiri mánaða ef ekki ára bið að koma af stað. Það sem að við getum tekið inn í rauninni að því að við vitum að það skortur á peningum. Þá það spurning með til dæmis eins og jafningjafræðsla að koma á stað einhverjum eins og foreldrahópum. Þar sem að fólk getur verið bara styrkur hvert fyrir annar, deilt reynslu sinni. Og það getur til dæmis verið eitt. Það getur verið eitthvað framtak sem að kostar litla sem nánast enga peninga. Hugsun. En það að takast á við svona geðræn vandamál nógu snemma, það sparar okkur bæði pening og gríðarleg lífsgæði til frambúðar. Algjörlega. Það bara þannig. Frábær lokaorð, góðu hjón, Guðfinna og Sigurður, takk fyrir bara gjafirnar sem þið gáðu mér og áhorfendum sem að fylgjast með okkur. Og við þökkum fyrir samfylgdina hérna á Sigurhæðum.